þá gætu elskuðu vinir. Við erum komið saman til þess að hlusta á orðræðu eða á ræðu drottins og við erum tilbúin í slaginn því að við erum elskandi fólk, Guð og Jesú og að virðum með þetta bara það sem hann er að segja og tökum við því sem sjálfsögum hlut að leyfa honum bara að fræða okkur það sem hann vill. Það heitir að eiga frelsi í Guði, því að eiga frelsi er líka að taka við einhverju þó okkur finnist það kannski ekki alltaf neitt sérstaklega uppörvandi, en við þurfum líka að heyra, því að við getum ekki bara fleytt rjóman ofan af, því að það er ekki rétt vaxtar skilyrði ef við förum þá leiðina og lífið heldur er ekki þannig, hvað sem ég vil sjálfur, að það bara mætir lífið mér nákvæmlega eins og það er. Og ég er nú sálukkunar pamfíll en þó að ég hef nú svona verið gæfumegin í þessu öllu saman og mér hafi ekki mætt neinir stóri skaflar, ekkert meira heldur en bara fólk almennt og ég er auðvitað þakkláttur fyrir það og þannig held ég nú reyndar að lífið okkar flestra sé að svona ef upp er staðið og við viljum vera sanngjörn og allt saman það og þá held ég nú að svona við mætum mjög svipuðum, en þetta finnst okkur alltaf að okkur vegið og allt saman það, en sumir setjast yfir þetta og skoða þetta í rólegheitunum og geta þess vegna sagt eins og ég bara, já, þetta er bara, maður hefur verið lukkunar pamfíll, það hefði oft geta verið miklu verra heldur en það er og það er nú bara staðrindin. Þetta er eitt af því sem Drottinn er að tala til okkar í dag og já, á öllum tímum, því hann vill að við séum sáttar manneskjur. Hann segir okkur allt allt, en það er ekki við hann að sakast ef við viljum ekki nýta okkur og nota þá kennslu sem hann hefur, segir hann ekki sjálfur að dagarnir séu vondir. Hvað merkir þetta? Nákvæmlega það sem orðin segja. Þetta er allt í deginum, þetta vonda. En hann gaf mér val og sagði mér að velja hvað ég vill sjálfur og þess vegna segi ég það þegar ég fer yfir söguna mína að þá sér maður ekki annað en þetta bara hafi verið þokkalegt, allt í lagi og hér er ég í góðum málum og ætla að halda því áfram að vera í góðum málum því að Drottinn mun hjálpa mér við það. Segir hann ekki sjálfur, ég er með yfir í öllu sem þið takið yfir fyrir hendur, hvað merkir það? Sagði hann ekki öllu sem þið takið yfir fyrir hendur? Hann er með mér í öllu sem ég tek mér fyrir hendur. Af hverju? Að því hann sér trúna mína í hjartanu. Að hún er bara gegnum gangandi í gegnum mín verk. Hann er með mér í verkunum sem ég vinn í trúnni. Og það er hægt að fara með sitt líf alveg yfir í trúna, ef að menn vilja það. Einhver tekst þetta náttúrulega kannski alveg 100% og tekst ekki alveg 100%, en hann getur verið með sitt líf samt í mjög góðum farvegi, svona heilt yfir litið. Og þess vegna lítum maður yfir veginn og segir bara við sjálfan sig, þetta er nú bara verið ágætt. En auðvitað þekkjum við það öll, þó við tölum svona, að þetta hefur gengið í bylgjum. Ég meina, mitt líf hefur líka gengið í bylgjum. En niðurstaðan er þessi að ég hef tamist við að vera jákvæður við sjálfan mig. Ég nenni ekki, eins og sumir segja, og ég segi það líka, að vera eitthvað að velta mér upp úr ykkur sem að gerðist. Ég geti verið með alveg hrúu að því, rétt eins og þú. En ég hef valið fyrir sjálfan mig að fara hina leiðina, að tína björtu stráin upp. Það finnst mér miklu betra. Og svo þegar ég lít tilbaka, þá eru þessar dökku minningar, þær eru ekki þarna lengur. Er rangt að lifa slíku lífi. Ég miða við allar kærurnar og grátun og gnistran tanna út í samfélaginu, þá ætti það að vera. En ég bara hasta á þetta, bara í Jesú nafni. Það komið nóga af þessu. Það komið tími til að fara að horfa upp úr þessum dimmu dölum og fara að horfa á hina staðrindina með lífið sem gekk brosandi við hlið mér í öllum þessum málum. Það er ekki rétt. Það er bæði í boði. Dagarnir eru vondir, en við eigum samt inn á milli frábæra tíma, tókum þá upp.
En þetta kallar á eitt, hvað? Það sem Drottinn alltaf að hvetja okkur til hugarfarsbreytingu. Sem sagt, ég hætti að horfa þangað þar sem allur pitturinn og ég fyrir að horfa þangað þar sem að hvítu fallugu stráin mín eru. Og ég ætla að vinna með þau. Ég ætla að hætta að horfa á þennan stað. Því að báðir þessi staðir eru raunveruleiki fyrir mér. Eru jafn mikil staðreind sem vel ég á hvað vill ég vera að horfa. Ef og annar borð ég að rýna í fortíðina, eins og við gerum öll, ég held við getum nú ekki þrætt fyrir það, að við gerum það öll mismunandi kannski mikið. En að vera að drekja sér í því sem var, dimm og dökku, það er geggjun. Bara afsakiði, en þetta er geggjun og ekkert annað. Að láta þetta aftur og einu sinni enn eyðileggja fyrir sér daginn er geggjun. Er ekki heimurinn fullur af þessu? Jú. Og við erum að lesa í blöðunum einhverja harmsögur, tár renna í sögunni, og við sem lesum fellum tár og jafnum grátum yfir þessu rosalegu byrðum sem að þessi blessaða manneski lendi í, og ég er ekkert að gera lítið úr því. Við eigum þetta öll. Einhverja svona sögur sem við getum farið að gráta yfir og fengið alveg ógeðslega mikið vorkun fyrir. En hverjum hjálpar þetta þegar upp er staðið? Ég veit það ekki. Ég tók fyrir mína parta og mitt val að ég gekk stundum og fór að ræða ýmis mál, svona erfið mál við aðra. Það gerði manni svona gott. Vitið það, á einum tímapunkti sá ég að lengra er því ekki komast með þetta og ég hætti að tala um þetta. Og það var viss styrkur fyrir mig. Það er gott að tala um þetta upp að ákveðnu marki, og þá þarf þetta að stoppa vegna þess að við þurfum einhvers staðar að stoppa málin. En það er vandinn vegna þess að við erum alltaf að horfa þanga. Það er bara dökkt og dimmt, og það verður áfram dökkt og dimmt þangað til þú ferð að hætta að horfa á það og ferð að horfa á fallugu stráin sem þú áttir í lífinu og ferð að blína meira á þau. Þegar báðir þessi staðir tilheyra því sem var, en við erum að horfa á það. Þetta er ekki rétt hjá mér. Akkur er allar þessar kærur eitt og annað sem gerðist fyrir 100 árum eða 50 árum eða 30 árum eða hvað það er. Þessi menn er að horfa á þennan stað. Nú er ég að horfa á björtu tímana mína og ég er að tala um þá. Ég segi, já, það er alltaf gott. Líf mitt er bara búið að vera mjög gott. En það vita það allir menn að þetta er bæði í boði. Hjá mér og hjá þér. Það bara fer eftir því hvað viljum við, hvernig lífi viljum við lifa hér og nú. Það getur enginn nema þú sjálfur og sjálf stjórna því. Við getum endalaust verið að berja okkur og barma okkur fyrir það hvað allt er nú hrikalega vont við mig. Það er ekki rétt. En alltaf þá sem ég hef verið erfiður og leiðinlegum við í gegnum tíðina. Hvað þá? Akkur ekki líka þá að tala um það úr því að við erum annað borða að nefna þessi mál. Þegar við erum bara eins og aðrir. Við höfum örugglega öll sært einhvern tímann. Við höfum örugglega öll einhvern tímann orðið til þess að einhver svona datt niður í einhvern deburð og aumingjaskap eitthvað. Við höfum öll verið á þessum stað. Þannig að það er ekki bara allir vondi við mig. En er þetta ekki svolítið þessi umræði í gangi? Í dag ætla Drottinn að rífa okkur upp úr þessu. Viljum við það? Ég veit ekkert um það, ég vil það, já. Og hef leyft Drottni fyrir margt löngu að rífa mig upp úr þessu. Því að ég er náttúrulega alveg eins og þú hef á það til að detta inn í þessa hugsun þanga, sem allt er svart og sigurlaust. Og er oftar með staðinn á hinnum í dag, og er búið að vera með það í mörg ár, þar sem að hvítu fallugu strái mín eru. Þú átt þessi hvítu fallugu strá líka. Kannski manst ekki eftir einu sinni sem þú átt, en þú átt kannski hundruðir af þeim.
og þau eru þarna á þessum stað og hann er miklu, miklu bjartar heldur en þessi, þess að þú sérði ekki neitt nema myrkur og svart. Líf mannsins er á báðum þessum stöðum. En í gegnum allt svartnætti, þegar þú gekkst í gegnum hvað svartast, þá var alltaf ykkur týra. Það eru hvítu stráin sem liggja þarna megin í kassanum. Og þau brosa enn á móti þér. Og hvetja þið til þess að staldra við þau. Og eftir því sem að þú, það getur tekið tíma fyrir hugan að snúast, hann getur líka snúist bara á einu vettvangi, en það getur alveg tekið tíma að snúast, en ef þú byrjar aldrei að hugsa þessi hvítu fallegu strá sem þú upplýðir og áttir og þótt þessi væntum, þá náttúrulega gerist það aldrei. Þá ertu bara með rörsýnina á svörtu blettina og ert endalaust að kvarta og ákæra ákæra. Það er ekki endilega, ákærurnar er ekki alltaf og kannski fæstaraðum eru opinberar, en þær eru þá í hjartanu þínu og það eru ekkert betri ákærur sem eru þar. En þegar þú lærir að horfa á hvítustráfið þín, þá kemur upp þetta yndislega þakklæti og þú segir, jú, þetta er nú bara verið nokkuð gott hjá mér, þetta líf. Og það verður fyrir þér sannleikur því að þú hefur ákveðið að sleppa þá bara hinnu. Þetta er ekki svona einfalt, segja menn. Það var það heldur ekki fyrir mig. En ég valdi samt að fara inn á þessa braut. Í dag er ég bara yfirleitt mjög sátt manneskja. Maður temjast, elskuðu vinir, við það sem er gott, en ekki við það sem er vont og illt. Og enn og aftur kemur mikilvægi sannleikans fram þegar hann Drottinn sjálfur segir, dagarnir eru vondir. Þetta eru orð Jesú Krist sjálfs sem dó fyrir okkur til þess að við eignuðumst hér gott líf á jörðinu meðan við erum hér, og svo náttúrulega býður okkur upp á búið rúm í ríki Guðs á himnum sem verður okkur eina sanna hvíldarríki, þar sem gleði og fögnuður og friður og velsæld er bara alltaf. Við þekkjum þetta ekki hér, en stundum fáum við að kynna svona örlitlu af því, en aldrei neitt nema brota því sem kemur og verður. Með þess að halda áfram að þjóna Jesú, elska Jesú, tigna Jesú, læra af Jesú og draga hann að okkur. Hann segir mér, Konráð, horfðu á hvítu stráfið þín, fallegu stráfið þín sem þú áttir, sem lífið þitt er fullt af. Hættu að horfa á öll mistökin eða svörtu blettun og alla þessi sem voru svo vondir við mig. Hættu að horfa á þá. Ef þú vilt horfa á þá, segir hann við mig, mundu þú eftir því sem að þú hefur gert öðrum. Ekki segja það við sjálfum þig að þú hefur aldrei gert neitt á hlut annara. Og ég ætla ekki heldur að segja það við mig þegar ég hef gert það. Og ég hef sært suma. En ég ætla ekki að staldra við það. Nei, ég ætla að horfa á hvítustráfið mín, ég ætla að tína þau upp og ég ætla að velta þeim fyrir mér. Því þau eru jafn mikill sannleikur og hitt. Það hefur nefnilega orðið hugarfarsbreyting hjá þessu manni. Já, þessi maður gat breytt hugarfari sínu. Og því hann gata, þá getur þú það líka, hver sem þú ert. Ákærurnar í hjartanu, þær eru jú því miður til staðar, en ekki gegnum gangandi og grasserandi eins og kannski var hérna í eina tíð. Þegar við erum gremjufullar manneskjur í þungu þöngunum okkar, þá erum við gegnum gangandi ákærendur. Þegar gremjan okkar er í raun bara gegnum gangandi ákæra. Á okkur sjálf, á aðra, á allt í kringum okkur jafnvel. Það er ekkert betra að ákæra sjálfan sig heldur en alla í kringu sig, sem er á öllu þessu stöðum. Við sjáum að þessu fyrst og fremst eitt, veikleika okkar sjálfra. Því að þetta er maðurinn. Því hann er í þessum vondu dögum og er að meðtaka
og soga til sín allt of mikið sem þar er. Og svo er hann í vandræðum með að jafnvel að setjast mínútu niður til þess að hlusta á Guðs orð, því að hann þarf allt í einu að fara að gera svo rosalega mikið, má aldrei vera að því, og þá breytist aldrei neitt ef við erum alltaf á þessum stað. Við elskum kennsluna, við elskum að soga til okkar það sem kennslan hefur upp á að bjóða. En hvað svo? Kennslan í Guði miðar alltaf við það að það verði hugarfarsbreyting hjá mér og þér. Og það verður það hjá sumum, og hjá þessum sumum sem verður hjá, þeir fara oftar að tína upp hvítustráin sín. Jú, þetta var bara harðlega gott. Og það kveiknar þakklæti í þeirra hjarta af því að þeir sáu og þeir vita að rétt eins og svartikassin með myrkrinu öll í, þá voru hinn kassin líka jafn raunverulegu, en þeir mundu bara aldrei eftir honum fyrir núna. Og þeir fara að vega og meta, og þeir fara oftar að horfa á hvítakassan með hvítu stráunum í, og svo allt í henni er hinn bara gleymdur, hann bara farinn, og þú horfir þangað, það er ekki neitt þarna, vá maður, sigur. Hugarfarsbreytingin er svona mögnuð. Og hver hjálpaði þér við þetta? Einn, hann heitir Jesús, orðið og kennslan, ekki rétt? Jú, þannig er þetta. Þannig að við erum án afsökunar og við getum ekkert endalegt bara barið og sagt við okkur, það er allir svo vondir við mig. Halló? Ok, allir voru vondir við mig, en alla þá sem ég hef verið vondur við í gegnum tíðina. Við sjáum við erum öll á sama bát. Eins og ég var að segja á þann, í gegnum mitt líf þá hef ég örugglega oft sært marga. Kannski viljandi, kannski ekki viljandi, en hvað það? Ábyggilega sært marga. Kannski eru margir oft fyrir vonbrigðum með mig, að þeim að haga þessi svo fíbl kannski. Ætla ég að staldra við þetta? Ég var að segja það á þann, ég toga upp hvítustráin. Nei, ég ætla ekki að staldra við þetta. Og ákæran, hún dettur úr hjartanu, smátt og smátt. Þannig ákærurna eru orðna færri, en það eru því miður ennþá til staða. Því við hættum ekkert að vera fólk, við hættum ekkert að vera hold og blóð, við hættum ekkert að vera hugur sem spinnur með okkur út og suður og oft bara tóma vitleysu, og þetta vitum við öll mjög vel. Af hverju? Þetta við erum menn. Og Kristur dó fyrir mann. Já, fyrir mann og konu, einstakling. Og þú ert maður eða kona, einstaklingur. Og þú eins og ég þarft á þessari bók að halda sem heitir Nýja testamentið. Jó, eða Gamla testament og Biblía, því að þetta vinnur allt saman. Og þú verður aldrei fullnuma í orði Guðs, og það er nú gleðilega fréttin sem ég get sagt þér. Þú verður aldrei fullnuma í orði Guðs, af því að dagarnir eru eins og þeir eru, og þeir munu sína fram á það aftur, og þetta veistu jafnmjögulega ég, og þú þarft á Jesú að halda, og stundu þarftu mjög mikið á honum að halda jafnmjöl eftir 30 ára göngu með drottni. Það breytir engum það. Því allt í einu verður einhver ógeðslega vondur við mig, og þá verð ég alveg hrikalega sár og söktur og hugsa ýmislegt. Svona eru dagarnir. Þorsteinn segir þá, þeir eru vondir dagarnir. Þetta vitum við mjög vel. Það er rangt að halda ykkur öðru fram, því að þetta er bara lífið sjálft sem talar svona okkur einasta degi við okkur. Já, ég og Jesú göngum við saman er yfirskriftin á þessum þætti. Ég og Jesú göngum við saman. Hver svarar þessu? Nema ég. Og ég segi við drottin, já drottin, ég vill ganga með þér. Ég segi líka við hann,
Drottinn hjálpaði mér að ganga með þér í dag. Þið heyrið að þetta er bæn, einföld, lítil bæn, en getur skipt öllum sköpum fyrir mig sem einstaklingi. Já, ég er búin að vera í 25 ári eða síðan 89, svo ég tala nú enn eins og það, mér er sjálfum ekkert vel við að vera að tala um þetta, en ég er búin að vera í 25 ár gangandi með Drottni, og 25 ár setna heyrið þú mig biðja þessa bæn: Drottinn, já, ég vil ganga með þér, hjálpaði mér til þess. Eftir 25 ár. Sjáiði að við þurfum á Jesú að halda, við verðum aldrei fullnuma í fræðun. Nú er bara komið, ég er búin að ná þessu, ég loka bókinni og bara, já, mun aldrei ganga. Og þetta veit ég og þetta veist þú jafnvel og ég sjálfur. Þannig við þurfum að gera það sem er rétt og ég gerum það sem er rétt að við verum að hlusta á góða kennslu sem hjálpar okkur til að gera það sem er rétt. Og þá förum við oftar að horfa á kassan með hvítu fallegu stráunum í og svo þetta dettur við í einhverja gremju, en ekkert endilega við séum að horfa á hann í svarta ógeðslega lyktandi, illa lyktandi kassan. Við dettum inn í gremju og alls konar, en ekkert alveg niður í þvílíkt svartnætti að það bara himinn og jörð er að farast. Og ekkert að grátur og gnýstran tanna og sjálfsvorkun og aumingjaskapur. Allir voru svo ógeðslega vondir við mig. Stundu var ég bara ekkert góðu við einn og annan. Hvað með það? Hefur það ekkert að segja? Ætli það hafi bara ekki jafn mikið að segja þegar upp í staðið eins og hitt. Hvernig lífi vil ég lifa? Ég vil horfa á þetta góða og fagra sem ég hef upplifað og sem hefur gengið með mér, og hér komst að því í dag að það var nú eiginlega bara meira. Það er góð niðurstaða. Kannski er niðurstaðan þessi líka hjá þér þegar þú kemst yfir þitt volaði og ferð að leyfa lífin að tala til þín í sanngirni eins og þetta allt saman var. Og það er styrkur hvers manns þegar hann kemst á þann stað að hann fer að leyfa sögunni að tala til sín í sanngirni. Það gerir hann aldrei nema því einu að hafa snúið hugafæri sínu. Og þá reynur hitt af honum sem er svart og ljótt og leiðilegt, og hvítustráin verða honum til yndis. Sem sagt, hann horfir eftir í tíman í sinn minningabanka og segir bara við sjálfum sér harla gott og meinar það. Þess vegna segi ég það sjálfur, harla gott. Þetta líf mitt er búið að vera bara mjög flott og er það enn. Og ég hef glímt. Og ég hef enn glímt til sigurs. Og svo hjálpum mér Guð að gera það áfram. Ég og Jesú göngum við saman, þetta er bara spurning. Auðvitað viljum við svara þessu játandi. En svona spurninga eru leið einhvað sem ég þarf að glíma við því að ég vil svara henni rétt. Og þú vilt það líka, ég veit, ég þarf ekki að spyrja þig um það. Lesum hérna aðeins. Það er Markús og Guðspjall, 4. kafli, frá með 21. Kannastu þess að sögu? Já, Jesús sagði við þá: ekki bera menn ljós og setja það undir mæliker eða bekk. Er það ekki sett á ljósastikku? Ég held ég þurfi ekki að svara, spyrja þig um þetta. Þú veist hvað þú setur ljósið, eða ekki? Þú setur það hátt þegar þá dreifist það betur yfir svæðið og það lýsir öllum sem eru þar. Þannig er verið að tala um trúna. Drottinn notar alls konar svona líkingar við það sem hann er að tala. Og þetta er svona auðskiljanlegt. En sumar þessar líkingar sem hann var með voru kannski ekki svona auðskiljanlega. Þetta er alveg auðskiljanlegt því þú veist, og menn hafa alltaf vitað það hvar þeir ætti að hafa ljósið.
því að ef þú ert með ljós, segjum eins og tímum Jesú, þá eru þetta svona luktir, oljuluktir eða eitthvað sem ekki það sem við erum með í dag, og ef þú lögðu á gólfið þá myrkur inni, þá myndi fljótlega einhver koma og færa það og setja það á hærri stað til þess að ljóðið dreifðist yfir fólkið og það sem voru inni. Þetta þurfti ekkert að segja mönnum. Þetta var alveg borðleggjandi dæmi. En ég kem sem trúaður maður og tek jafnir þátt í einhverju þvælu sem menn að tala Hvað þó ljósið sem á að skína á trúnni inn í þessa kringustæðu? Hún ekki til staðar. Ég og Jesú göngum við saman. Þetta það sem Kristur segir mér að gera. Þetta köllun mín. Hann mun hjálpa mig við verkið og þetta veit ég. En kannski ég smeykur við að gera þetta því það gæti orðið einhver vondur við mig. Og það málið að láta menn ekki vera vondan við sig. Menn eiga ekki að vera vondir við hvorki mig að þig. Við heldur ekki að vera vondir við nokkurt mann. Það jafnt og báða bóga. Og þetta tala drottin allt. En það ekki til hann að saka að við erum ekki að velta fyrir okkur orðinu. Við erum alltaf að horfa á einhverja menn sem eiga að koma og kenna okkur svoleiðis að við lærum bara upp úr skónum. Það getur engin maður tekið af þeir ómækið að læra sjálfum. Þeir hjálpa okkur og leiðbina okkur og eru flottir kennarar margir að þeim. Það vantar ekki. Þetta taka ekki af þeir ómækið. Það mun aldrei verða þannig. Þeir eru að ráða góða kennslu og ráða þér heilt. Ráða þér heilt. Með öðrum orðum, þú tekur við því og notfærið þér það sem þú ert að heyra. Og smátt verður til hugafarsbreyting og þú ferð að horfa ofan í hvítakassaði með fallugustarónum og svo ertu bara orðin upptekin við það. Við segjum að þetta minningin og það eru allir með minningar, muniði það. Þú losnar aldrei við þína minningar en þú getur unnið á þínum slæmu minningum og hjálpa sjálfum þig við það að tína þau upp góðu minningarnir úr þínu lífi. Þetta það sem ég hef gert og ég tala því að reynslu. Þess að segja það, harla gott. Og mér finnst þetta ólíku saman að jafna fyrir mig persónulega en þú náttúrulega þarft líka að gera þetta því að þú ert ekki ég. Mitt líf ekki þitt líf. En þú getur farið þessa leið eins og ég að því ég að tala hér góða reynslu. Förum nú í orðið. Jesús sagði við þá, ekki bera mennin ljós og setja það undir mælikvarða eða bekk. Það ekki sett á ljósastöku. Augljóst mál. Þá lýsir það öllum. Þetta vita allir. Hafa alltaf vitað. Því ekkert hulið að það verði ekki gert opinbert né leynt að það komi ekki ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Ekkert hulið að það komi ekki ljós. Í dag var ég að lesa í blaðinu að það var að vera að fletta á einhverju svikamillu varðandi fjármál og það náttúrulega leitt að ef að menn eru í því hver lengi hafði þetta staðið, einhver ár líklega en nú það komið í ljós og gaman búið hjá þessum blessuðum mönnum. Sennilega eru þeir á leið í fangelsi. Hvað segir þetta mér? Vertu heiðalegur í dag og sértu að stunda einhverja þvælu, hættu því. Drottinn að tala við mig og þig. Því að það mun koma í ljós það sem munni væri myrkri. Trúir þessu? Ég veit ekkert það. Þú þarft ekkert að fræða mig það. Ég er að benda á orð Guðs. Ég veit að það stendur. Og hver oft höfum við ekki séð þetta. Við getum öll tekið undir þetta, svona þetta. Ætlum við að læra orðið Guðs eða ætlum við ekki að læra því? Þetta ágætu menn sem voru þarna að brölta með þetta peningadæmi sitt.
Haldið þið að þeir hafi verið að hugsa einhvern tímann á því, einhvern tímann sem þeir verið kannski á leiðinni í fangelsi fyrir vikið? Ég efast það. En núna blasir bara sannleikunum við. Mjög líklega verður þetta dómsmál. Og hve margar sögur, elskuðu vinir, höfum við ekki nákvæmlega þetta? Ekki bara í kringu fjármál, heldur svo margt annað líka. Þetta allt í orðinu. En mitt að draga fram það sem rétt. Orðið Guðs kennir mér sannleikann. Hvað mér þetta að kenna? Sjálfsagt getur vel verið að þetta fólk sé alveg út úr spælt yfir því að einhver kjaftaði þá. En svona lífið. Stundum nefnilega hafa veggirnir eyru. Orðið talar með þeim hætti á einum staði, á mörgum stöðum sjálfsagt. Vill ég læra af orðinu? Jú, ég vill læra af orðinu að ég vil búa mér framtíð bjarta til heilla. Og fortíðin er fortíð. Ég hættur að horfa í svartakassa minn, tíni stráin upp úr hvítakassanum, fallegu hvítu stráin mín sem ég álíka og eru jafn, sönn og hinn. Það skal verða mitt hlutskipti. Ég stend upp, og segi harla gott. Harla gott. Afstaða vinir. Þetta góð afstaða. Ekki byggð á blekkingum, nei, jafn miklum sannleika eins og dimmudagarnir voru sem ég búin að henda út, vill ekki hafa með mér. Ég hef lært af þeim, vissulega, en þeir ganga ekki með mér í dag. Og þetta vill ég hvetja þig til að losa þig við líka. Hafi ég getað, þá getur þú. Mundu það, þú ert ekki minni manneski heldur en nokkur annar. Ef einn gata, þá getur þú það líka. Og mér segja Kristur svo góður við og hann segir, þér munu vinna meiri verk heldur en ég. Ekki rétt? Þér munu vinna meiri verk heldur en ég. Hann sagði, ég gata, þú getur það líka. Það er að segja, með því sem hann hafði. Hann var í tengslu við föðurinn. Við erum tengslu við heilagan anda og þar á með Jesú Krist. Ég geta líka. Ég hef enga afsökun, elskuðu vinir, að ná ekki að snúa hugafærinu mínu. Ég fer ekki inn á þá braut sem að gerir það mögulegt, vegna þess að ég er alltaf að horfa á þangað. Horfi sjaldan í hináttina þar sem að hvítu stráin mín eru. Hvítu stráin mín. Fallegu stráin mín. Það góða sem ég upplifði í mínu lífi á mínum 61 ári. Og niðurstaðan er núna eftir 61 ár, það er alltaf gott. Það voru ekkert allir neitt sérstaklega vondir við mig. Þau eru upp á staðið. Mér fannst það stundum, já. En stundum var ég bara ábyggilega jafn vondur við einhvern eins og þeir voru við mig. Þannig að vogaskálarnir eru líklega bara jafnar. Afstaða. Hvað er afstaða mín? Hún skal vera úr þessari bók, byggð á. Og þess vegna er ég að fræða mig upp úr þessari bók, Nýja testamentinu. Þannig að við höfum að sækja okkur mikið af fræðslu úr Nýja testamentinu. Við höfum að sækja þau námskeið sem eru beintengd Nýja testamentinu eða Biblíunni auðvitað. Og það er ekkert gagn að því að vera að sækja fræðslu þó góð sé, nema við látum hann á leifum því að tala til okkar. Þetta snýst ekkert mann, góðan kennara. Þetta snýst að taka við því sem þessi góði kennari er að tala. Og hann talar knúin heilugum anda og heilugur andi er
gjöf frá Jesú Kristi, þannig þetta er þá komið frá honum og hann er hjá þér núna. Þessi góði kennari sem þú varst að hlusta á, hann er ekki hjá þér núna eða það. Jesú er hjá þér og hann minnir þig á allt. Jafnvel líka það sem þessi góði kennari var að kenna þér. Þannig við þurfum alltaf að gera þetta rétt. Og það sem er hjálplegt, það er að minna sig sjálfan á það að ég þarf að vera að ljósa sem ég er núna. Og í ljósinu er ég ekki með tárin í augunum og berja barmandi mér út í eitt, hvað allir voru nú ægilega vondu við mig, gerðu mér lífið svo rosalega erfitt að ég er að kikna undan því. Allir sé ekki frekar mitt val sem að kemur því til vegar að ég er að kikna undan einhverju sem gerðist í fortíðin. Þess vegna hef ég lokað á það, ef ég vill fara í fortíðina þá horfi ég á hvítustráfum mín. Ég man þetta var bara gott þarna. Og það er jafn mikill sannleikur og hitt, munið það. Því við erum að tala um staðreyndir í báðum tilvikum. Svona getum við tala uppörvandi orð til okkar. Við höfum lent í báðu, bæði vond og slæmu, því að dagarnir eru vondir, en það góða gekk alltaf með deginum og ég upplifði það líka. Ég hef alveg fyrir mig að bara horfa á hvítakassan minn með hvítustráunum og hinn er farin. Og þess vegna á ég bara til góða minningar á fortíðinni. Og ég gleðst yfir því þegar ég horfi tilbaka. En ég dvel ekki í því. En allir menn hafa þetta í sér að horfa tilbaka á sitt eigi líf. Og sumir sjá, allt og margir sjá, bara dökkt og svart. Það þarf að verða hugarfarsbreyting. Trúin er hugarfarsbreyting, stöðug hugarfarsbreyting. Og Drottinn er með þér hér og nú til þess að þessi hugarfarsbreyting verði. Því að, og það er staðurinn, sumt ræði ég ekki við sjálfur. Ég sagði það hér í upphafi að ég hefði gengið þann veg að tala við menn, núna að fá ráð hjá þeim og það gerði manni gott, en svo gekk það sér á enda. Ég sagði að þetta er ekki til neins að vera þessu lengur. Og ég þakkaði bara fyrir og síðan hef ég bara farið þessa leið. Hlutunum verður að ljúka einhvers staðar. Það er sigur. Og í dag barma ég mér ekki frammi fyrir nokkru manni. Akkur á ég að vera að leggja byrðar á fólk með mínu eigin barmi. Því að barm er byrði fyrir aðra menn að bera. Nei, ég vil freka vera uppörfun fyrir einhvern, þó ekki sé nema einn. Og þú heyrir mig ekki átt að barma mér. En einu sinni var ég ekki maðurinn sem barmaði mér ekki, ég var alltaf kvartandi og kveinandi, alveg svo þú kannski. En ég hætti því. Já, ég gat hætti og þú getur það líka. Ég sá til dæmis það að ég var ekkert að gera öðrum gott með þessu. Fólkinu leiddist þetta. Rétt eins og mér sjálfu þegar einhver var að barma sig, mér leiddist þetta. Finnst þetta skemmtilega umræða þegar menn eru kvartandi og kveinandi í eyrun á þér? Ég efast það. Sama er fyrir hina þegar þú ert að kvarta og kveina. Þetta gengur í báðar áttir. Það sem munnurinn mælir, það heyrir eyrað. Og þess vegna spyr maður, hvað ertu að tala? Ertu að tala um hvítustráið í fallu og fortíðina eða þú ferði í fortíðina? Og segir sögu kringum þetta hvíta strá sem var bara harla gott. Eða dregur upp eitthvað daunilt dæmi og það þurrkar bros á öllum í kringu þig. Svo breytist allt í einhverja meðöngun og sjálfsorkun og svo framvegis. Við elskuðu vinni, við erum fólki sem ætlum að læra og bæta okkur og þess vegna erum við að hlusta á þetta efni.
og ég veit að þetta er gott efni og hefur hjálpað einhverju til þess að svona í grunda ýmislegt sem að kannski hann hafði ekki alveg hugleitt áður og tilgangur ekki annar. En Konráð Rúnar Friðfinnsson kveður og þakka fyrir sig og mun halda þessu góða verki Drottins áfram að þú ætlar að biðja með honum inn í verkefnið. Jesú nafni. Amen.